Nei, ég veit að þeir eru að skoða þetta, en hversu oft gerir þið það? Hversu oft hafið þið til dæmis stöðvað að lækna? Ársfjórðungslega við höfum, ég get ekki sagt á þeim tíma sem ég seti í embætti hefur enginn verið stöðvaður í því að sinna sjúklingi. Það hefur ekki verið ástæða til þess? Ekki, það eru ákveðin mál sem eru til skoðunar og við erum að vinna í þeim. En það eru bak við hvern einasta svona lyfseðil eða samband læknis og einstakling sem sækir þjónustuna. En eru þið ekki bara alltaf varkárir? Þið eruð að skoða og meðan þið eruð að skoða þá er mögulega læknirinn að skrifa út, lyfin dælast út á markaðinn og fólk er að nota þessi þarf ekki að nota vegna þess að við erum náttúrulega, gerum greinamun á þessi lyf gagnast mörgum, en það er verið að misnota þeir í stórum stíl. Já, sko, nú segir þú stórum stíl, þá getum við spurt okkur af þeim öllum þeim einstaklingum, við skulum segja þessi 248 sem eru að nota ketoganir í fyrra. Hvað margir það eru væntanlega margir sem eru að nota stóra skammta, það er væntanlega alveg rétt. Það sem er mikilvægt að þeir skammtar og að meðferðin sé undir yfir sín læknis. Milli þessa einstaklinga á að vera ákveðið trúnaðarsamband. Og síðan er það þannig að einstaklingurinn kemur til læknis og tjáir, hann hefur þessi einkenni A, B, C, D og tjáir sem þau og læknirinn hefur úr þess að spila. Það sem hann getur gert og gerir og við fáum fyrirspurnir frá læknum sem hafa áhyggjur, er það hugsanlegt að hér sé einstaklingur sem er að reyna að plata mig til dæmis, að láta mig skrifa út lyf sem hann er kannski nú þegar að fá hjá einhverjum öðrum. Þeir hringja, það gerist og það er ofta eins og sem tvisvar og sem þrisvar, þannig að þó fer ekki átt í fréttum, þá eru læknar að verjast á þennan hátt. Við á okkar hátt, við höfum aftur á móti samband líka við lækna, vekjum athygli á því að hér séu ákveðin einstaklingar sem þeir ættu að skoða, hafa í huga hvort að hér getur verið fyrsta lagi misnotkun hugsanlega sölu. Því við hljótum að vera sammála það, ég og þú og allir sem eru að hlusta okkur, hljótum að vera sammála það, við þurfum náttúrulega að stoppa flæði það sem hefur fengið nafni læknadóm inn á ólöglega markað, samtímis sem við stöndum vörðum einstaklingar sem þurfa á þessum lyfjum að halda. Þetta hljóta allir að vera sammála, en þess vegna spyr ég, af hverju er ekki hægt að keyra saman þessar upplýsingar til þess að koma í veg fyrir það að ég geti farið á milli lækna? Af hverju er ekki hægt að stoppa mig áður en ég fer glæpinn ef ég má nota það orð? Sko, hvað bannar það? Það sem þú getur gert. Tölvutækni býður upp á þetta? Sko, í fyrsta lagi er það þannig, ef við segjum opið til þess að menn skilji, við erum með heilbrigðisskrár í ákveðnu rafrænu umhverfi. Og það er samkeyrt inn á ákveðnum stofnunum, sem sagt inn á hverju heilsugæslu þar sem margir læknar vinna, þá sjá þeir klárlega hvort að einhver einstakling sé að fá fullt af lyfi. Þannig að heilsugæslu, hún getur ekki aftur á móti séð það í næstu heilsugæslu. Og þá getum við spurt okkur, væri einhvern veginn hægt að auka upplýsingaflæði til lækna lyfjanotkun? Það er það sem ég er að meina, á það milli. Er það ekki hægt? Það er hægt til dæmis með því að við hefðum einhverja rafræna skráningu sem væri á typu svona korti og menn komið, þetta er lyfjanotkun mín, gjörðu svo vel, horfðu á hana og þá er með leyfi einstaklinga sem eru að sækja þjónustu. Þannig það er ein leið. En ef einstaklingarnir vilja það ekki, fá þeir þá samt líf og geta flakkað á milli? Það er bara spurning þann ramma sem við viljum skapa og þá umgjörð sem við viljum skapa þjónustunni. En sko, get ég ekki lesið alveg þannig í þau svörðin að þið séu pínlítið ráðalaus gagnvart þessu vanda? Við erum ekki ráðalaus, við erum að vinna hægt og bítandi að teppa þau gögn. Við erum að skoða ýmsa þætti og það búið að vera skoðað í 40 ár. Ég kannski við getum jafnvel setið hérna eftir 40 ár og rætt einhvern annan vanda. Vandinn er sá að þú ert að kljást við svona jaðarhópa erfiða einstaklinga sem ég myndi kannski vilja kalla einstaklingar sem eru miklum vanda, eru ákveðni svona ekki í megin þáttu. Það er erfitt að stoppa
Allt, en það sem við erum að gera... Við erum náttúrulega líka að tala að það eru krakkar þarna úti sem að deyja. Þetta ekki bara, við getum ekki afgreitt þetta bara sem einhvern jaðarhóp sem svona eða hinsegin. Það hlýtur að vera hægt að koma í veg fyrir það að lyf í tugþúsundatali flæði út til fólks sem misnotar þau. Þetta fer allt í gegnum læknar, þetta fer allt í gegnum hið opinbera batteri. Það hlýtur að vera hægt að stoppa þetta. Í það minnst að draga úr þessu. Já, og við erum að gera það. Er það? Og við höfum verið að gera það á eins og ég að segja þér. Við erum að fylgjast með læknum, við erum að fylgjast með útskriftarvenju þeirra, við erum að leita leiða í það að hvaða, til dæmis bara skilgreining, hvað eðlilegur skammtur, við hvaða vanda og svo frammi. Þetta er vinna sem og við erum stöðugt í. Finnst þér líklegt að það séu læknar þarna úti sem að eru vísvitandi að skrifa út of mikið? Séu að svindla? Mér langar ekki til að trúa svo sé, vegna að það er svo þvert gegn öllu því sem þeir hafa lært og er gegn þeirra siðareglum. Ég get ekki fullyrt að einhverjir læknar sé ekki að standa sig undir þeim væntingum sem maður gerir. Ég get ekki fullyrt það, en í grundvallaratriðum eru lang flestir og við erum sem sagt að reyna að vinna í því með þeim, meðal annars að ræða við það. Það er ekki hægt útiloka. Nei, þá langar maður að spyrja manna vegna þess að við höfum verið að tala svolítið um morfínið, tölum aðeins um rítalínu vegna þess að ég get eins og ég var að lýsa, ég er virkur fíkill, farið til læknis og fengið morfín. Ég segist bara að vera með verk í bakinu og fæ sterk verkjalyf við því. En ég get ekki farið til læknis og fengið rítalín vegna þess að ég þarf sérstaka greiningu. Ég þarf að fara í gegnum ákveðið ferli. Samt hefur orðið hér einhver gigantísk sprenging í rítalínnotkun. Það hefur verið að skrifa út meira til fólks af því að það þurfa fleira á því að halda. En við höfum líka séð í umfjöllunum okkar að þetta flæðir inn á hinn ólöglega markað og það er verið að misnota þess í stóru stíl. Hvernig komast fíklarnir í allt þetta rítalín? Sko, það er náttúrulega bara ein hörmungasaga. Og sjá það rítalín sem búið og þeir eru búin að sjá og sína fólk að sprauta sem rítalín og rítalín núna og þetta er það sem við höfum verið að gera til dæmis bara frá því síðastliðið haust og erum að vinni við höfum virkilega verið að reyna að skoða meðal annars skoða möguleikan á að getum við bara aftekið rítalín á markaði? Nei, það gengur ekki. Getum við þá beint einstaklingum yfir til dæmis í konserta sem annar lyf, sem er meira langverkandi og hefur ekki sömu efnaeiginleika og við höfum verið að skoða ýmsar leiðir. Það sem við gerðum meðal annars er það að það var ekki talið æskilegt eða mögulegt í okkar umhverfi hér á landi að takmarka ávísanir á rítalíni við eingöngu ákveðna sérfræðistéttir, barnalækna, geðlækna, taugalækna og svo frammi, heldur sem gert víða í Evrópu, vegna bara aðstæðna hér. Við verðum að hafa rými fyrir einstaklinga sem eru heimilislæknar og aðrir sem að sinna. Það er náttúrulega veikbörn til dæmis sem að þurfa að nota þessi lyf og hafa gagn af þeim. Til dæmis, sem gerir það verkum að við tókum þá stefnu að minnstakosti það svo að það væri ekki til þess að fá niðurgreitt lyf að þá þarftu að fá lyfjaskírteini og við vorum að ljúka endurútgáfu allra lyfjaskírteina 1. maí, sem að það eru Sjúkratryggingar Íslands. Við höfum verið í samstarfi við Þannig að núna ætti að vera svona einhver punktur til þess að... 1. maí, hvað gerðum við? Við sögðum, til þess að fá þetta þarf að vera einn einstaklingur sem tilheyrir ákveðnu sérgrein sem ég var að nefna hér áðan, barnageðlækna, einhverju sem með sérþekking á þessu, sem segja með sinni undirskrift, ég samþykki þessa sjúkdómsgreiningu, hér hefur verið farið eðlilega. Þannig að núna verið að breyta kerfinu. Svo gerðum við, settum við tvo lækni viðbót af því þeir verða að geta að fara á heilsugæslustöð og svo framvegis, til þess að fá lyf þar. En að því að niðurstaðan núna er svo að við erum með heimsmet í rítalínnotkun og samskonar. Það er ágefni. Við erum næsta þjóða eftir samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Ég næstu í helmingi minna á mann heldur en við. Mikið af þessu, við getum ekki fullyrt hversu mikið, en slatti af þessu er í ólöglegri notkun þarna úti. Ég myndi segja, við erum, með að þetta nú rekna á 1000 íbúa og við erum nánast tvöfalt hærri heldur en til nágrannalöndin, en öll nágrannalöndin okkar hafa verið að
elt okkur. Þannig að það jafnvel aðeins með ákveðnu stíganda, þannig að við getum velt fyrir okkur gott aðgengi og svona. Það sem mér finnst mikilvægt sem raunverulega í þessu að við höfum verið til þess að taka þessu með metilfenidali sem öll þessi lyf eru og við erum að koma í veg fyrir það að það getur bara hver sem skrifað út. Við erum að reyna að standa þétt við þau börn sem þurfa á þessari meðferð. Við erum með hóp sem hefur verið að vinna með klíníska leiðbeiningar fyrir fullorðna til þess að skerpa á þeim kríteríum sem eiga að nota og við erum að vonast til og erum kannski aðeins á lyfjagagnum, erum kannski að sjá hugsanlega einhvers konar breytingar en kannski í lok árs vitum við betur hvernig þau mál standa. Þá langar mig að spyrja þig í lokin, þetta svolítið knýjandi spurning, hún kannski svolítið leiðileg. Eðlilegt að læknar sé alltaf að hafa eftirlit með læknum? Það talað stundum um læknamafíu, læknar standi saman, menn séu rægir til þess að taka á og annað. Það sem að birtast okkur í því að það ekki tekið á læknum sem skrifa of mikið út? Þú ert alltaf í þeirri stöðu að þurfa að þola þessa gagnrýni. Það náttúrulega, ég vil halda því fram að svo sé ekki. Finnst þér eðlilegt að læknar hafa alltaf eftirlit með læknum? Nei, það ekki bara læknar sem að hafa eftirlit. Það eru lyfjafræðingar, þú varst að tala við fólk í apótekum og apótekfólk mjög duglegt að taka hringir við lyfjafræðinga. Hvað með aðstandendur sem vita við fáum slíkar uppryggingar, fólk að hringja og vekja athygli á þessu. Þannig að eftirlitið kemur víða. Síðan getur maður sagt, hvað á ég að gera og okkar og embættið að gera gagnvart þessum læknum. Við köllum á fundi, við tölum við þá sem helst að skrifa út þessi lyf, vekjum athygli á því og þú ættir að heyra sögurnar sem þessir einstaklingar að segja. Þetta eru mjög erfiðar og þungar sögur. Já, ég skil það, þið fáið þetta allt saman yfir ykkur náttúrulega og ég ætla að þakka þér fyrir að koma hingað til okkar í Kastljósið og mér langar að benda líka fólki á það að við ætlum að halda áfram að fjalla þetta mál á morgun í Kastljósinu og þá út frá meðferðarúrræðum sem að ungum fíklum standa til boða. Við skulum fylgjast með því.